Góðan daginn og velkomin í þátt númer 108 hér á YouTube-brásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Í dag er held ég alveg örugglega mánudagurinn 15. mars. Það er allavega mánudagur. Og ég vil bara bjóða alla nýja og gamla hjartanlega velkomna. Það er aðeins bæst í hópinn sem er bara alltaf gaman. Nú mig að finna annars staðar en hér á Ravelli og Instagram sem Helga A71 og á Facebook er ég með 2 like-síður verkefnatöskur Helgu og sokkasnákar Helgu. Og þar er þægilegast að komast í samband við mig ef það er eitthvað eða skrifa hér fyrir neðan vídeóið ef það er eitthvað sem að ég gleymi að tíunda að því ég ger ekki svona upplýsingaplagg hvað ég er að tala og svo leys. Ég bara þetta ælist allt hérna út mér og ef var eitthvað sem þurfa að spyrja þá sendir fólk mér bara skilaboð á einhverjum af hinnum miðlunum eða hérna fyrir neðan vídeóið. En skál í kaffi eins og venjulega. Nú í dag er klárverk í vinnslu, hvað er á döfinni, hvað datt í pokan og allt þetta hefðbundna dóteri. En ég sit í fyrsta og eina klárinu þessara síðastliðinu 2 vikna. En það er Maríus peysan mín sem ég prjónaði upp úr tinnu prjónablaðinu. Næst nýjasta sennilega. Tinnu tölblað nr. 10. Og ég gerði þessa með ísettu ermunum og bara geggjað gaman að gera með. Ég notaði hérna Westwool Tandem frekar en að ég bylla. Kíkjum hérna í góðu. Þegar nú er ég orðin svo löt að nota Ravelli að þá er ég allavega að skrifa það hér. Jú, Tandem, notaði 3 liti, glühwein, glow og hvít. Þessi fyrst nefndi er þessi fjólubláu búrgundi litur og ég notaði 4 mm og 4,5 mm prjóna. Það voru 350 grömm af aðalitnum, 28 af gula og 60 af hvíta. Og hún bara skaust af prjónunum. Held ég að verið rétt rúma viku með hana. Og já, þetta, ég prjónaði hana allan tíman í hring. Þannig að já, ég gerði ekkert fram og tilbaka. Ég breytti hálsmálun aðeins þannig að það fer meira, ég gerði ekki styttar fyrir heldur bara síkkaðan hérna að framan kragan og kraginn er 2-faldur og af því ég saumaði hérna til þess að tryggja að það myndi ekki rakna upp þá ákvað ég að það passaði betur að fela það að innan hérna framan verið þannig að ég braut kragan yfir í þessa átt og saumaði hann hérna niður að framan í staðan fyrir innan. Það kom bara betur einhvern veginn út þegar ég tók upp lykkjurnar fyrir kragan. Og svo er náttúrulega hérna að innanverðu þá er hluti eða efsti parturinn af erminni notaði til þess að fela opnunina hérna. Og já, ég bara er rosa ánægð með hana. Þetta gatn er náttúrulega bara alveg geggjað. Ég get ekki hætt að hæla þessu Westwool gatni enda mjög heppin að ég fæ að vinna svolítið úr því fyrir Steven þannig að ég bara, já, það er geggjað. Ég bara lagði þessa í vaskafatt með góðri sápu, kreisti það mest á úrinu og sett hann inn í handklæði og rúllaði upp og trampaði aðeins á til þess að ég sett hann ekkert í þvottavél til þess að vinda. Og lagði hann svo bara til og já, ég er bara ógeðslega ánægð með hana. Og við erum með samprjónshópi og Linda sem heitir bara Maríus Samprjón, minnum mig, inn á Facebook.
og þar eru nokkrar að gera peysur á sig eða börn og einn gerir pottaleppa með þessu norska munstri og það er ótrúlega gaman að sjá litasamsetningarnar, þessar sem eru ekki, þessi hefðbundna er alltaf náttúrulega rosalega flott en svo er líka gaman að sjá eitthvað annað og það er ekkert allir að gera akkur þessa típu, það er allur gangur á því, bara allir eru að nota norska munstrið, þetta Mariusar munstur. Og það er ekkert einhver pressa að vera búið með, þú veist, fyrir þennan tíma en eitt svoleiðis, þetta er aðalega bara til þess að hvetja hvort annað og hjálpa stað og þar fram eftir götunum. Þannig að þetta er samt eina klári hjá mig núna af því að ég fekk óvænt verkefni frá Steven sem að ég get ekki sýnt ykkur en ég get sýnt ykkur það seinna. Ég þarf að senda honum það og hann bardúsar eitthvað við það og svo fæ ég það tilbaka eitthvað tíman eftir dúkudisk og þá get ég sýnt ykkur það. En jú, ég tek náttúrulega myndir af því áður en ég sendi honum það og leið og svo uppskriftir orðin opinbera þá get ég náttúrulega skot því hér inn og svo sýnt ykkur hana betur þegar ég verið komið með hana aftur í hendurnar. Og þar að leiðandi er ég ekki búin að vera að vinna mikið í öðru nema þessum kraga sem að ég sagði ykkur örugglega frá í síðasta þætti. Þetta er bara mjög skemmtilegt og þægilegt prjón. Ég sýni ykkur, maður prjónar neðsta hlutan og efsta hlutan í hring. En svo er garðaprjónin á milli prjóna bara fram og tilbaka. Þannig að þetta er alveg mjög lazy dæmi. Og þetta heitir Volcano Trail. Þessi uppskrift eftir Maxim Sör. MAXIM CYR. Og bara, þetta er hrikalega næs sjónvarpsprjón. Og ég er að byrja að ofanverðu og svo eykur maður út af og til eftir kúnstarinnar reglum. Og í restina þarf maður svo að sauma saman. En ég er komin á næst síðasta litin. Maður heldur alltaf tveimur þráðum saman. Og þetta er síðasti liturinn. Ég er búin að nota þessa tvo efstu, er að nota þennan og svo þessi neðsti kemur síðastur í partíið. Og þetta er bara, svo fyndið, þetta er gatt sem ég var að spá að selja. En svo þegar maður byrjar að handfjatla gatnið sitt, þá stundum bara langar mann ekkert að selja það og það máli. Það var enginn búinn að festa sér það, þannig að ég bara sá bara að þetta lá saman á borðinu og ég allt í einu kveikti á perunni og herði, já þetta, að mér langaði svo rosalega að gera hennan kraga. Fannst mér þetta alveg bráðsnjallt í hann. Mjög þægilegur og Magnea vinkona mín, hún er búin með sinn, að gera sinn ógeðslega flottur og hún gerði húfu úr afgangnum af gatninu og ég er alveg mögulega að fara að apa það eftir henni. Ég veit að henni er alveg slétt sko, hún vill bara að við prjónum. Já, best að setja. Ég náttúrulega sagði ykkur ekkert hvað prjónasta ég væri að nota þó að það kannski segi ykkur ekkert. Það er svo sem engin, ég get ekki ímyndað mér að segja ykkur biluð brjálæðislega áríðandi að vera með rétta prjónafestu í þessum.
en ég er að nota 4 mm prjóna í þetta, en þetta verður svona, þetta verður kannski ekkert svaka þétt, en þetta verður alls ekki gisið, af því þetta er náttúrulega allt súpuvos, þannig að þegar ég legg þetta til að þá náttúrulega tognar aðeins á þessu, eins og súpuvosi vill gera. En áður en að ég fékk þetta óvænta verkefni frá Stephen í hendurnar, þá helltist yfir mig uppfitunarlöngun, og við vitum það að það þýðir ekki eitthvað eitt. Ég veit alveg að ég er með fullt af pókum inn í stofu á alls konar verkefnum sem ég þarf að lufsast í að klára, en þú veist, það er enginn á öxlin á mér. Nema reyndar í einu verkefni hérna, það er fyrir Valdís litla baða ömmu sína að gera þyrnirósa samfellu á sig. Og hún er hérna tilbúin bara og bíður. Ég ætla ekki að fitja upp á neinu fyrir hann að ég er búin að búið með þetta verkefni fyrir Stephen. En þetta er þess þyrnirós samfella eftir Gunnhildi Evu G. Gunnarsdóttur, Knits by Gunnhildur. Og hérna, ég ætla að gera 3-6 mánaða á dúlludúskinn. Og nota hérna baby dala ull, og mamman vildi hvítt og amman gera þá hvítt. En ég er ekkert komin lengra en að setja bara uppskriftina hérna ofan í gamlan og góðan. Þetta er allt í pókum eftir mig núna. Það er líka eins gott að nota þetta, það er alveg nóg til. Þannig að hérna er fyrsta. Hvað er hér? Já, herðu, þetta er nú bara gamalt hérna, þetta er bara síðan ég var örugglega síðast að taka upp. Þetta er bara, þetta hérna, sem að modular inlay wrap eftir Stephen, sem að fer bara í vinnslu aftur þegar það er að róast. Þessi poki var bara greinilega eftir hérna inni, hann á svo sem að vera frammi af því að þetta er, en ekki 100 í hættunni þar sem að ég er að vinna í öðru. Síðan langaði mig að gera hérna Sinchestra pullover eftir hana Ellie, Skeindir Knits. Hún er sérst með svona munstri eins að framan og aftan, og hún er alveg sjúklega klár í að gera peysuuppskriftir. Það er rosalega gaman að prjóna peysurnar eftir hana, og þær eru hérna bara mjög vel gerðar hjá henni. Það var eitthvað auka blað að þvælast þarna. Þetta var eitthvað, nei, ég náttúrulega prenta svo sjaldan forsíðurnar, en Sinchestra pullover eftir Ellie í Skeindir Knits. Og í það ætla ég að nota, það er sérst, hún er að nota Stranded Dyeworks Merino DK sem er 100% súpuvos Merino, 230 metrar í 100 grömmunum. Og ég ætla að nota hérna Tweed DK frá Vassnes í litnum Karol, og það er 85% súpuvos og 15% Donegal Nepal. Og það eru 212 metrar í 100 grömmunum. Mjög helgulegur, og ég held að þetta verði alveg geggjað í þessa peysu. Þannig að þetta fer bara á prjónana. Já, náttúrulega eftir að vinda upp og allt sko. Allavega komið í tösku. Hvað er hérna? Svo, þú veist, að því að, já, ég bara skuttlaði svona í tösku og gekk í burtu, og þá er hérna, er þetta bara svona pínu surprise fyrir mig. Litmuskál eftir Amy Florence. Ég er í einhverju svona kragaæði núna.
perfect for miniskeins og leftovers, segir hún. Fullkomin fyrir litlu hespurnar okkar og afgangana. Og þetta bara frí uppskrift á Ravelli. Og þetta bara einfaldlega svona kragi og milliliturinn hjá mér verður þessi Baby Panda 100% Merino súpuvos ull frá Rauma, litur 74 og síðan bara fullt af ógeðslega helgulegum litlum hespum hér ofan í. Og þetta hún prjónar þetta á 3,5 mm prjón í hring og hún okkur ekki restin af uppskriftinni hérna? Helga? Jú, nú þarf ég að leita því. En mig minnir, já, hún að nota hérna 24 mini hespur, 5 grömm á hverju, þannig að hún var að ná minni með, hún gerði 11 umfyrir af aðlit, 11 af þessum, 11 aðal, 11 af þessum, eða næsta. Og hérna, þetta allt 10 grömm, þannig að ég verði áfram með að afganga af þessu, en það allt í lagi. Ég þarf kannski hefur bara þetta lent í einhverjum öðrum poka restina af uppskriftinni, en þetta engin gefinsindi. Þannig að ég mér búið langa til þess að gera þetta síðan að hún gerði þetta. En það bara, mann langar að gera svo margt. Ekki? Og sumt bara, þú veist, getur maður ekki lagt til hliðar og ákveða að gera eitthvað annað. Þegar mann langar svo til þess að gera akkurat þetta. Svo hérna eitt svona, systir mín var semst búin að gera, hún gaf mér svolítið af svona sem hún var búin að setja saman en var svo ekkert að fara að nýta, þannig að ég bjó til nokkra svona töskur. Já, hérna semst vestið sem ég var að byrja á síðast örugglega. Heitir svolítið skemmtilegu nafni. Þetta allavega inn á knitknit.is. Það heitir einhverju svona, svolítið svona löngu nafni og þetta svo sem ekkert orðið eitthvað rosalega. Ég enn í bara bolnum og hérna langar náttúrulega að rumpa þessu svolítið af þegar ég hef búið með hitt leyniverkefnið. Af því að ég bara verði að fara að komast í að þó plötulópan svo að já, maður lætur sig hafa ýmislegt. Það heitir eitthvað breiðu. Nei, nú getur ég ekki gáðið síman, ég að taka upp í símanum. Bergvík eða eitthvað, allavega eitthvað en þetta inn á knitknit.is. Annar svona búta samsettur. Já, og hérna enn einn hálskraginn. Þetta úr nýju hálskraga bókin hennar Mínu Philip, The Knitting Expert. Og ef þið eigið hana þá ætla ég að gera númer 7. Þetta hérna munstur. Girl or Ghoul in Farsi means flowers. Þetta byggt á persneskum teppum og ég ætla að nota litina sem ég var með í treysta peysunum minni úr Turku ullinni. Af því það svolítið hérna gapir aðeins hálsmálið þar. Þannig að þá ætla ég að nota þetta til þess að hérna hafa hálsinn. En þriðji kraginn sem að fara í gang hérna. Það verður svo klikkaðar manniskur það byrjar. En mér finnst alveg lágmark fyrst ég á þessa bók að ég geri nú einn kraga. Hér ég svo loksins, svolítið sein í partíið, en þó á leiðinni. Ég ætla að gera hérna Maja cardigan sem var samprjónin í
nýloknu samprjóni inn á Tjarnardísum. Þessi hérna fegurð. Ég náttúrulega kom mér ekki í að taka þátt þá, bæði af því að ég var óviss með hvaða liti og hvaða gagn ég ætlaði að nota. Svo fór ég að leysa af mér í Snotraum og fann þar nýtt gagn sem heitir Loch Lomond 100% organic ull. Það eru 150 metrar í 50 grammunum og ég ætla að nota það. Ég er með hérna 4 liti. Man ekkert hvað átt að vera aðal og hvað er auka. Það er aukaatriði. Finn út úr því, en ég ætla að nota þessa samsetningu í þessa peysu. Ég þarf örugglega að gera væna prjóna fyrstu pröfu af því að þetta er svolítið fínna en léttlopin, en það kemur í ljós. Hlakka ógeðslega til að byrja þessu líka. Og svona láni Ólan að fá þetta verkefni frá Steven, þannig ég gat ekki verið alveg fríkað alveg út. Já, þannig að þetta er það sem að fer vonandi bráðar á prjónana. Nú, munið í síðustu viku síðast þetta ég sagðist ekkert muna hvort ég hafi pantað áskriftaklúbbinn hjá Eddu. Auðvitað pantaði ég. Ég var bara að leita á villsum stað í bókhaldinu út af hvaða reikninga það hafði farið. En þetta var sérst áskriftarpakki Mass og það er garn frá Hex Dye Works sem er sérstaklega litað fyrir uppskriftina sem fylgir. Síðan var handmálaður og teiknaður verkefnipoki frá Eddu Lilju sem er tilvalin stærð fyrir til dæmis sjalaverkefni. Uppskriftin af sjálfnu heitir Flóð og fjara sem hefur í raun 2 nöfn því þetta eru 2 ólík sjöl. Annars vegar hálfgerður klútur ef við notuðu bara ein hespa og hins vegar sjálf með miklu og fallegu kögri sem skreytir og gerir einfalda flíka gersemi. Pælingi með kögrinu er að nota loksins þessa voðalega fallegu hespu sem þú heillaðist af og varðst að kaupa einhvern tímann en hefur svo ekki fundið þig eina sanna verkefni fyrir. Og ég ætla svo sannarlega að gera flóð sjalið þetta með kögrunu. Ég á pottið einhver einmanna hespu. Þetta trillt með kögrunu og voða fallegt hins er líka en og bara halló Helga. Ég segi þetta svo oft ef ég hafa örugglega haft mig í huga þegar að þú lítið þetta gað. Þetta finnst mér alveg ofboðslega fallegt. Og pókin er geggjaður. Spurning, þetta varstu nokkuð bara að frussa í pókan. Þetta er æði. Svo fínlegt og fallegt. Og litirnir mínir. Þannig að flóð og fjara. Og ég held ég hafi örugglega, ég er búin að kaupa næsta áskriftarpakka og mun alveg halda áfram að styðja þetta. En ég geti alveg gengið í þetta fljótfæra félag. Sjá það, ég man ekki eins og hvað ég er að kaupa. Það er svo mikið að gera í hausnum að mér. Ég keypti líka þarna í Þyrnirósar samfelluna. Og svo er ég lengi búin að reyna að setja þessar snúrur sem maður hægt að nota ef maður þarf að máta peysuna. Geyma ermarnar á einhverju og
Þetta var mjög næs, ég notaði þetta einmitt í þessu verkefni sem ég að gera fyrir Stephen, þá ég búin að nota þetta mikið og eins þegar ég var að gera þessa peysu og þá þræðir maður sérst bara endan upp á prjónin og dregur gatnið yfir á snúruna. Ég fékk þetta hjá Maró, ég fékk svona fullan poka af þessum sætu ljósaperu prjónamerkjum. Já, Maró .is, bara geggjuð, það til heldur betur gott betur en einhverju auka hlutir þar, sko. Ég bara var að rembast við að sitja á mér. Síðan í síðustu viku setur einhver kona inn á Handa og prjónar, held ég, bara hvar fæ ég þessa peysu, og hún var til inn á Ravelry og ég fyrir einhverjum hluta sakir gat ekki keypt hana þar, en ég fór að skoða hennan hönnuð og ég fór að skoða bækurnar hann á netinu og ég hugsaði, nei, ég bara panta bókina. Panta hana frá Danmörku, frá Sommerfuglen, og þetta var bara komið 3 dögum seinna. Þetta er sneggra en innanlands póstþjónustan hérna liggur við og ég bara get ekki lýst í hvað er mikið af fallegum fallegum peysum. Þessi forsíðupeysa er náttúrulega, það var hún sem að greip mig fyrst, en svo þær eru bara, já, ég bara gæti alveg mögulega að hugsa mér að gera þær allar. Bara Molinka heitir þessi til dæmis. Matoaka. Bara, já. Óbúslega falleg bók. Skora á okkur að kíkja á þennan hönnuðinn á Ravelry eða finna eitthvað staðar þar sem hægt er að fletta myndunum. Kostaði 249 danskar. Man ekki, þetta var náttúrulega svona frekar dýrt hingað komið, en mér finnst það hverja krónu virði. Það eru óbúslega fallega myndirnar og mér sýnist bara uppskriftirnar að vera mjög svona blátt áfram, þannig að þá maður sé ryðgaðar í tungumálunum þessum skandinavísku, þá held ég að ég klóri mér alveg fram úr því. Síðan var að þegar ég á svolítið ólítuðum 20 gramma mínihespum, er að bíða ás eftir pakningu með 100 gramma og 50 gramma. Ég ætla að taka smá svona litasessjón fyrir mig. Þá rakst ég á þessa uppskrift og hún er frí. Fann hann í gegnum Ravelry, en hún leiði mann inn á þessa síðu. Og þetta er náttúrulega alveg geggjað í svona mínihespur. Uppskriftin. Radiant Race Knit Wrap heitir þetta. Og já, ég er allavega búin að prenta hann út. Gerna klári það. Nú, svo er bara býður slatti eftir mér á stólnum af garni í sokkaprjónavélina sem ég er að gera fyrir eina. Og ég ákvað í gær að óákveðinn tíma að það er engin póstbragjöld, hvorki af tilbúnum sokkasnákum né af verkefnatöskunum. Ég veit ekki hversu lengi það mun vara, þannig að endilega að gera að nýta sér það. Og ég er nú búin að safna mig fyrir
betri síma til þess að taka upp á, af því að batterið í þessum orðið algjört prump. Enda mikið notaður og þannig að ég alltaf fara að fá mér aðeins betri græju í þetta. Alltaf að tékka á hvað mikið eftir að batteríinu, af því þó ég sé með hann í hleðslu og þá dugir það ekki til, ekki þegar ég að taka upp. Þetta bara eitthvað sem ekki hægt að laga og ég búin að láta skoða þetta og allt það. Þannig að, já. Annars bara alltaf nóg að gera, þannig að búin að vera bara nokkuð brött og geta æft mikið og var núna í morgun í svona það kallað CrossFit Open. Þá maður að endurtaka 2 ákveðnar æfingar og vera að reyna að klára endurtekningafjöldan innan 15 mínútna. Tókst ekki alveg en ég gat miklu meira en ég hélt og það alveg ekki. Þetta verður núna næsta mánudag og aftur afsakið, þetta varð að koma. Og svo, já, næstu 2 mánudag viðbót verður ekki nákvæmlega eins æfingar en eitthvað sem maður að gera svona. Þannig að það bara gaman að prófa og sjá hvar maður stendur og auðvitað nota tækifæri meðan maður í þokkalegu ástandi að byggja sig upp. Næstu helgi erum við að fara að halda upp 85 ára afmæli hjá pabba. Hans nánasta sem að telur 40 manns til eða frá. Ætlum að fara öll saman út að borða með honum. Svo okkur búið í fermingaveislu. Ég geðið spennt. Það bara geggjað að vera búið í veislu, fermingaveislu. Þannig að það núna 1. apríl. Þannig að það svona maður finnur að það að lifna yfir samfélaginu aftur og ég gerði mér ekki grein fyrir hvað ég var komin mikla þörf fyrir að hitta fólk. Ég reyndar ekki komist suður á Tjarnadísahittingana. Við erum að klára að ganga frá bílskúrsþakinu. Það var rifið upp í hluti af því í gær til þess að laga vonandi smá leka sem við vorum að díla við, þannig að við getum þá fyrir að klára einangra og lokað innan. Þá það langt komið. Og já, svo maður bara dúllast í ungunum sínum og svona. Já, vera heima í vonda veðrinu og hristast í skjálftunum og ég svo sem hvað ég finn til með fólkinu hann út á Suðurnesjum. Get ekki ímyndað mig hvernig þetta Að ég á í nógu miklu basli eins og eftir hennan stóra sem að reiði yfir eftir hádegi í gær. Ég fann duglega fyrir honum að ég ennþá með pínu ruglu eftir það. Þannig að ég væri sennilega einu af þessum sem að hefði þurft að flýja Reykjanesið fljótlega eftir að þetta byrjaði fyrir rúmum 2 vikum. Þannig að okkur engin vorkunn hér en þarna þeir sem búið þarna það sem þetta stöðugt í bara þeir alla minna samúð og þeir eru hetjur að halda þetta út. Ég bara get ekki sett annað. En vonandi fer þetta bara hætta eða þetta fer bara gjósa. Við erum með tjón eftir þetta í okkar húsi og ég veit að það er náttúrulega miklu verða hann á Reykjanesinu en það er víða búið að tilkynna tjón á fasteignum á Akranesi. Þannig að en þetta er ekkert stór tjón hjá okkur og manni finnst bara magnað að þetta skuli geta haft áhrif svona rosalega langt í burtu. Ásaki. Já. Bara 2 sko. En þannig að ég vona bara að þið hafið það rosalega gott. Reynið að gera það besta í þessum hristingi og þeir sem eru ekki í þessum hristingi að þið bara hafið það gott líka. En ég ger ekki ráð fyrir öðru en að við hittumst aftur hér að 2 vikum liðnum og
og þangað til þá bara óska ég góðra og gleðilegra handavinnuvikna og við sjáumst síðar. Takk fyrir og bless bless.